Gott kvöld og velkomin í skemmtilegt streymi hérna í boði Skjálfta, ljósleiðarann. Í kvöld ég með sérstakann gest. Ég vil gefa upp fyrir Siggo TV. Hvernig... Fæ ég ekki að vera í mynd? Ég held það. Þetta er skemmtilegt. Yes, hann er hann. Þú færð að vera í mynd. Já, takk fyrir boði. Já. Hvernig er að vera komin aftur í stúdíó, aftur að lýsa League of Legends? Já, þetta er bara eins og martröð sem að vatnar aldrei upp. Nei, það er gegn verið komin aftur og ég er spenntur fyrir þessu leik sem við erum að sjá eftir. Já. Ég er aðeins búinn að kíkja á þessa deild núna eins og ég geta og þetta er búið að vera mikið veisla. Já. Sjúklega jafnt líka það ekki. Jú, toppliðin sko eru bara hnífjöfn og við erum ekki bara að sjá viðregnina sem við erum að fara að sjá núna. En jú, öll toppliðin eru bara alveg hnífjöfn eins og er. Held að Viski er eins og er, undefeated, 8-0 og svo er Fenrir að fara að vera, já, þeir eru 7-1 held ég, bara búin að tapa einu leik. Svo já, við erum að fara að sjá svona hvernig þessi lið er að fara aðeins að kljást, sko. En hvað er predictions fyrir þessi lið hérna? Þú búin að vera að fylgjast með þessum liðum eitthvað? Liðið sem að draftar Million Globals og ógeðslegt frontline fyrir Adikarinn sinn er liðið sem á skilað að vinna. Já, það er liðið sem að hefur náð að fanga hjartað mitt og ég hugsa, já, af því ég er náttúrulega Adikarinn megin. Já. Og ég horf á þetta og hugsa, á hverju gerir mitt liðið þetta ekki? Á hverju er flexliðið mitt? Ekki svona, ég er að horfa núna einn meðlum inn í flexliðinu mínu sem að mætti kannski aðeins læra þessu. Já. Þannig að þú heyrir það, ég er þar. Síðan Nocturne, allt þetta, Galio, Bróm. Já, það er gott, sko. Það er dásamlegt. Já, við erum búin að vera að sjá þannig Team Coms verið draftuð og ég held að það er að fara að vera Viski sem er svolítið AD carry í fókus núna á móti Fenrir sem eru mjög, ég myndi segja að þeir eru svolítið powerhouse í junglinu og midlaninu eða mid-agrinninni. Það sem það er Icelandic Hero í junglinu og hann er með félaginn sinn Vind sem þeir voru að keppa í háskólamótunum í Ameríku á sínum tíma. Já, Icelandic Hero náttúrulega er challenger, það ekki? Jú, ég held hann er allt í lagi í leiknum. Svona, hann er allt í lagi, hann er góður, hann er fín. Ég var að skoða picking á honum, hann spilaði Vi, hann spilaði Viego og svo eru ykkur fleiri champions sem byrja á Vaffi. Ég held að hann klára það. Ég held að ég veit ekki hvort það eru fleiri. Nei, þetta var svona frekar aggro hjá honum og maður sá að hann komst frekar hratt af stað. Já, ég sé hérna að hann er búinn að vera að pikka, sko, jú, það er Viegoinn og það er líka Lee Sin. Þetta er svona, jú, þetta getur verið svolítið skill expressive jumps hjá honum, sko. Já, svona þegar þú ætlar að sýna að þú er bara svolítið góður í leiknum og kannski jafnvel betri en hinir og þú ætlar að byrja að sýna það á mínútu 3,5 og vinna leikinn. Þeir eru búin að vera að spila æðislega allavega. Þeir, leikurinn sem ég fekk að spekteita, þá voru þeir, ég held að það var Jace í mid lane og hann var Vi í junglinu og þeir voru bara að taka yfir öllu mappinu og þetta var bara æðislega að horfa á. Það verður svolítið skemmtilegt að sjá hvernig þessi lið er að fara að spila móti hvort öðru. Þar sem, jú, eitt er mjög bot-fókust og eitt er meira svona, jú, spilar svolítið í kringum mid lane. Svo það fer svolítið eftir bara hvernig draftið fer kannski. Eitthvað svona sérstök pick sem þú heldur að er að fara að sjást hérna í kvöld. Nú byggir þetta náttúrulega á minni tæpu þekkingu en það sem ég sýndist vera svolítið var að Filio svona poppuð upp. Já. Hérna á botlinnu og einhverju chantur support með honum. Það var einhver bönns líka voru svolítið fókust á það. Það er náttúrulega eina lini sem er randum og alveg saman hinn. Já, auðvitað. En þetta var, þeir fórum víðan völl og við erum búin að sjá alveg fullt af mismunandi picks hérna. Þannig ég veit það ekki. Ég sá hana leik þarna, svo tala það sem að Jace var miðin og alveg huge. Mér langar að fá eitthvað aggressíft allir í junglið hjá Icelandic Hero og byrja að snowballa mid og top og svo bara svona fær bottar alltaf með þeim. Já. Það var svona pínu væpið mitt í leikinu sem ég sá. Það hefur verið allan að þemaði, sko. En Viski, þeir eru svolítið, já, þeir eru svolítið þekktir líka fyrir sko seri í botlane. Það er eitthvað pick sem kannski maður sér ekkert ótrúlega oft þessa dagana þar sem hún hefur verið svolítið í svona
ProPlay jail eftir að Championin kom út en ég held að Mjauki í botnagrin sem að spila svolítið mikið af seri og oft bara tekið smá draft í kringum það líka og svo í svona top lane, það kannski ekki eitthvað mjög áhugavert að tala það að fara að vera tank seila bara það chokað og inn í Sion kannski, við fáum kannski að sjá eitthvað skemmtilegt eins og það. Oh my god, þau eru ótökugunar Graspóði en dying proc wow. Serverinn í deildinni mjög, hann er toplaner og við fáum mjög ofta að sjá nefnilega bara svona mínútu bardaga þar sem tveir stóri skriðdekar eru bara að berja hvort annan í góða mínútu og svo deyr enginn og allir klappa. Þetta allt mjög spennandi. Já, og svo horfður á þennan 0-2 tank fara og slappa aðtíkarinn og drepa. Já, þetta svona... Þetta verður svolítið væpi hjá mér í dag. Þú heyrir það og skynjar svona, ég að opnast fyrir einhverja gátta biturleika sem flæða hérna út. Já. Og þú verður svolítið að stemma af hérna á móti. Já, ég held að ég ætti að geta alveg gert það. Það ég skil þetta. Maður þekkir AD carry playera, það svolítið mikill hatur í hjartanu fyrir restina af leiknum. Já, við erum svolítið lítil í okkur og eigum bátt. Já, það er svo sem allt í lagi. En já, það svona vonandi mjög stutt í þetta draft og ég hugsa að kannski að setja upp bara svona eins og en jú, svona ef maður hugsar bönn, eitthvað svona sem þú vilt sjá í þessum bönnum? Ég held að gæti voru bara pínus og við vorum að ræða náðan fókust á botlinni fyrir fennri og rífa eitthvað af þeim þar. Það svolítið ekki tjampúli hjá hetjunni frekar djúft? Það mjög djúft. Ég held að það skiptir mjög litlu máli nema þú ert að reyna að banna eitthvað svona sem að fara að countra liðið þitt, sko. Þá held ég að skiptir mjög litlu máli að vera að banna eitthvað út hjá honum. Já, það frekar eitthvað svona comfortable og reyna kannski að opna einhverja glufur til þess að reyna að níðast á og búið til tækifæri. Og já, ég myndi vel að sjá að pikka eitthvað allavega sterkt á móti í byrjun, ekki leyfa hetjunum bara að hlaupa rift og gera svona dettur í hug, bara mæta á móti, vera með kjaft. Já. Ég veit ekki alveg hvað það ætti að vera. Nei. En þú veist það. Já, veit ég það. Það kemur ljós. Við getum alltaf þóst fyrir vitrir eftir á. Já, ég held að það svona aðal takeaway Við þurfum að gera það. Trikkið náttúrulega að í Champ Select þú kannski segir ekki hvað þú heldur pikki. Nei. Svo lokkar eitthvað inn og þú segir eftir á, já, akkurat. Já. Já, hann að pikka team og support og það að því að sjálfsögður og svo farið skilabóð, já, sorry, Timo Tarik. Sagði Timo, Tarik náttúrulega augljóst pikk og það að því að Þetta er klassíst, sko. Maður lendir í þessu oft. Það var lendið þegar ég man ekki hver, lendi örugglega eitt af Dusty-mönnunum, What About Me held ég þeir bönnuðu Heimerdinger eitthvað. Já, við erum bara, þeir bönnuðu Heimerdinger út af þessu. Nei, þeir pikkuðu Heimerdinger. og hann fór beinustu leið í support. Já, sem allir gátu búist við strax eða þannig, það var Sosa sem var að spila en Heimerdinger. Það kemur ekki á óvart sá maður hefur það ég held enginn íslenskur LoL-spilari sem hefur jafn mikið farið í taugunar á mér. Já, það og Garðar með hvað ert að pikka, drengur, og hvert já, þú ert Sind support að sjálfsögðu og þú ert 7-0. Já, auðvitað, hann er búinn að vera að spila núna support fyrir liðið What About Me sem hann með líka Sarsator í liðið þar og hann held ég permaban Shaco á móti honum sérstaklega. Þetta Shaco support hjá honum. Það komst í gegn eitt leik og hann vann. Þetta er búið að vera svolítið svona skrautlegt á þann hátt. En já, þetta verður allavega mjög skemmtilegt fá að sjá þessi lið svona að berjast á móti hvort öðrum þar sem við erum ekki að fara að sjá allavega strax í Kia-deildinni. Allavega samkvæmt streaming-schedulinu. En við ætlum að fara að hoppa bara beinust leið núna inn í draftið. Og hérna að byrja, við sjáum fyrir aftan okkur
og fyrir raman okkur, þetta allt í flottasta. En við erum að sjá Sin Sá. Það er bann. Já. Hugsa að Hefur hann verið pikkaður? Hann var pikkaður einu sinni af allan á streymi, þá var hann pikkaður af Taekwondo liðið. Þeir töpuðu, en hann var standið sér ágætlega á þessum Sin Sá. Mér skilst að hann er ágætlega góður eins og er. Svo sjáum við Rumble-bannið. Þetta er bara target-bann. Hann er búinn að vera að spila þetta í top lane. Þetta er eitt af þessum svona damage dealerunum hjá Whiskey. Hann er farinn, svo það er líklegast bara tengt út í. Já, svo erum við að sjá Jarvan og Felias. Þetta er líka búið að vera mjög standard bans og Cho'Gathinn tekin í burtu. Það er að Mikki sem spila Cho'Gath, ekki? Jú, það ætti að vera hann. Og þetta er bara leiðilegur champion over móti. Hann er held ég að builda AP líka. Það er svo gaman að spila hann. En ok, þannig að ef að Fenrir lokkaðinn Jinx Já. Og þú veist, við erum bara að sjá mjög enchanty típur á supportum þá til að koma á móti, Emilio, Lulu. Liggur Whiskey þá á að pikka annaði af þeim hleypa sér bara í gegn og fáum klassist hypercarry enchanty support. Við taka bara seri á móti þessu. Hann er mjög confident á seri. Ég hugsa að þetta gæti bara verið Kortir er alltaf að taka einhvað enchanter af þeim. Ég vil sjá Engagerna. Engager frá Whiskey á móti þessu í fyrstinu pikkunum. Bara bólja Jinx, reyna að drepa hana. Já, gæti alveg verið. Ég held að ef mér skilst rétt, það gæti verið skemmtilegt Rakan-pick hérna. Ég er ekki búinn að sjá þetta að vera spilað. Hvað finnst þér þetta pick hérna? Já, ég meina Þetta er Engage. Þetta er mitt á milli. Já. Mjög gott Engage, mjög gott píl líka til að lifa seri að gera það sem henni dettur í hug. Já. Sure, ég hata það ekki. Svo erum við líklegast að fara að sjá annarkort í second eða third, Lulu. Þetta er náttúrulega óþolandi. Já. Bara við hlýtur að vita þetta þegar spila dreifin eitthvað tímanum, vera polymorphed í 2 sekundur. Það er svo gaman. Glitterlands, hún er svo abusive í level 1 og level 2. Já. Þegar hún fer fram á Glitterlandsæði og bara, hún hægri klikkaði, hægt verið ólítið döða. En ok, það er ég góð með þessu. Já, það er bara náttúrulega mjög gott pick, bara sérstaklega á hetjunni sjálfri. Náttúrulega helsti galvi við Viego er að hann þarf að kunna spila seri og það kann enginn að spila seri nema einhverju örfár. Hann kannski bara sleppur við að taka yfir seri þegar hann drepur Mjálki í botnagrein. En við sjáum Ambessa, ég er nokkuð viss að hann er búinn að vera alveg spila Ambessa sem eitt af þessum damage típum. Þetta er fínt engage bara. Og þá erum við ekki að fara að sjá tank. En þetta er svolítið svipað. Ef hann fer í brúserbild á Ambessu, þá er þetta að fara að vera bara svolítið hægt. Ég elska þetta poppy banni hérna. Já, alveg. Við ætlum bara að fá þetta sinn, takk fyrir, í friði. Já, kannski bara banna Sins líka, hann er með ground á W. Ég held að það verið bara fínt. Skilur ekki Sins til Fenrir? Nei, ég held ekki. En maður veit aldrei. En nei, það var bara Renekton. Ég hugsaði þetta bara svar við þessum skjöldum hjá Ambessu. Gott counterpick. Svo erum við að sjá að Caliban, ef ég man rétt, þá er hann hjá Whiskey að spila svolítið Akali og Kiana. Samt alveg líka að fara í control mages. En fólk hefur svolítið hrætt við Akali og Kiana hjá honum og hefur verið svolítið að bannað út bara. Vil ég ekki vera á móti því. En ég var alveg til í Kianu pikkjuna. Ég held ekki þessi gott, en ég var til í að sjá það. Já. Þetta er líka, þú veist, þetta er bara showmatch, eða ekki? Jú, þetta er showmatch. Ég held að það er að keppa upp á einhverja velun. Svo kannski ætlaði að reyna eitthvað á sig. Wukong super fít jungler. Þeir eru að fara svolítið í risa engage kompi bara með bara fínasta píl líka. En þeir þurfa núna stóran AP í midlane. En hvað er að fara að sjá top counterpick? Einhver gisk? Bara please eitthvað annað en Sion eða Tam Kench. Bara geðu mér eitthvað juicy, eitthvað fútt þar sem getum sjá. Sion.
Awesome, þetta er akkurat sem ég baði, ekki? Jú, þetta er nákvæmlega sem við vildum sjá. Þetta er að fara að vera bara split búi Sion og hann Bessa þarf að alltaf að vera að díla við þennan. Svo já, þetta er image og óskaði fyrir og við hljótum að sjá einhvern risa svo AP núna bara skaða hérna í miðjuakrein og ég giska það sama hjá Viski. Það er Ari. Það er svona, jú, er að fara að gera alveg slatta AP, hugsa ég, en það væri gott svar hérna. Ég hef ekki hugmynd. Hugsa kannski bara Sindri eða eitthvað. Ég veit ekki hversu gott að matcha-upið er. Eitthvað gott með... Okay. Það er alltaf lægjúlt í til að stela. Já, Ari og... já... Super Mega Death Rocket AP-stíl. Sko, þessi mappið. Ég hugsa að... já, það er örugglega eitthvað vision hérna hjá honum. Kannski vildi hann bara sýna sig. Sjáðu þetta fyrir þér. Okay. Rakan fer inn, nokkar alla upp og charmar alla. Wukong kemur spin to win og áfram heldur CC-ið og svo kemur lokum Sylas, dassan í miðuna og Lulu hlýðar sjálfan sig. Búm, CC keðjan rúlar. Þetta er bara alveg genius hérna hjá Viski. Þetta hlýtur allt út hugsaðna hjá þeim. Já, ég meina... Lisa, CC Chain. Ég veit ekki alveg, þú veist, ég held að Lulu og últið ándjók sé bara mjög gott með flest af þessu. Já, ég er allavega ekki að sjá neitt frá Jinx og Viego öltið er náttúrulega ekki alveg sjúklega gott. Ég held að það er ekkert eitthvað sem Sylas vill endilega. Þetta er bara eiginlega dash sem hann fær aukalega. En þegar að Sylas stelur af Ari, hvað fara mörg charges? Ég held 3. Heldur 3, ok. Ég held 3. Það er pínur spooky, sko. Já, það hlýtur að vera 3. Ég trú ekki öðru. Svona... Ég er alltaf spenntur að segja það, því ég sé fyrir mér Jinx er hann að chilla á botlane og sér hann Sylas hlaupa að sér sem er yfirlega svona stórt og svo hann er með 3 Ari charges líka. Bara, það er ekki séns að koma til byrti frá hann. Nei, alls ekki. Ég hugsa að það er kannski hugmyndin hérna til að matcha eitthvað svona róm. Gerir Sylas alveg aðeins meira scary og liðið er með nógu mikið engage fyrir Sylas að geta komist kannski á baklínuna en ég hugsa að það gæti verið smá erfitt þar sem það er Lulu þarna. Ég samt veit ekki alveg hvernig fennir stoppar all-inið sem að Viski er með hérna. Það bara... getur komið á mörgum áttum og þeir eru með Lulu alltaf í, þeir eru með polymorph. En fyrir utan það þá er það svolítið mikið að skillshottum. Það sem heitir smash, tekur tíma, charmi getur lent, já, en... Já, ég hugsa að eina sem Fenrir getur gert ef þeir ætla að reyna að forðast eitthvað engage þarna og reyna að koma sér úr bardaganum væri bara... Já, Ari alltaf getur charmað og eitthvað. Chompers hjá Jinx. Svo þetta er svona... Þetta er ekkert besta leið til að komast úr einhverjum fights þegar það er engage á þau, en kannski er hugmyndin bara að... Fenrir er að fara að vera liðið sem við ætla að reyna að engagea, reyna að ná einu pikki með Viego, eitthvað í þá áttina. Þú veist, þetta getur klárlega orðið leikur sem að Viego er bara huge, Ari er stór og þau hlaupa bara inn og murka hitt liðið og Jinx fær svona trítla eftir þeim með rocketið sitt og alveg ósnert því að það hefur ekki tíma til að spá í henni. Nei. Það er draumurinn. Ef að Fenrir strögglar early, þá gæti það verið svolítið hinbóðin að Jinx tekur einu skref þann inn til þess að ég ætla að skjóta þig einu sinni með autotag og þú veist, það eru 4 þarna sem að bara instant hoppa á hana. Já. Ef einhver þarna með flash uppi, þá er Jinx dóið. Kannski. Kannski. Það fer svolítið eftir positioni hjá Jinx og hvort að Lulu er þarna. En já, við þurfum bara að sjá hvernig þetta spilar. Það er mjög hættulegt að Viego byrjar að rúlla. Þegar Viego er komin á stað, þá er mjög bara ekki hægt að gera neitt. Maður er oft séð leiki sem bara fara alveg í höndina á Viego og það er að vera pælötað af íslensku hetjunni, svo það gæti endað í mjög fett Viego. Já, og við erum að sjá þessi 2 spektrum að pikka hetjur með góða abilities sem er þá gott fyrir hitliði því það getur stólið með alla möguleikina, þannig að sömuleiðis
Vigo með fullt af flottum valmöðuleikum til þess að taka yfir og nýta góða abilities til að halda áfram elda og myrða. Nákvæmlega. Við erum bara, já, þetta er að fara að vera alveg stórkostlegri leikur, vonandi. Ég hugsa vanalega þegar ég er búinn að vera að horfa á viskileiki. Þeir eru mjög svona, ég myndi segja, þeir eru passífir í svona byrjun leiks og reyna bara svona að ná gulli hægt og rólega og svo allt í einu í svona mid-game þá eru þeir komnir yfir bara 3 gull og maður veit ekki alveg hvernig þeir fóru að því. Fenrir eru búin að vera meira svona í aggressífu áttina. Þeir eru að hlaupum, gera einhver plays, gera tower dive, bot og eitthvað. Bara, þetta eru kannski svolítið svona andstæður á þann hátt, sko. Svo það fer bara eftir hvort að þeir ná að skeila hjá Viski, koma svolítið í enn mid-game. En það svolítið bara svona, já, fer mjög mikið eftir bara svona fyrstu 8 mínútunum af leiknum. Jinx náttúrulega fræg fyrir að vera, hún svona frekar léleg. Þar til hún verður besti champion í leiknum. Það má kvóta með á þessu, hún besti champion í leiknum. Besti champion í leiknum. Geði henni bara 4 items, 5 items, 6 items, búm. Já. En ef við nefnum flexhópum aftur og horfa á meðlimum hérna þar sem ég ítrekka að spila Jinx með þeim og ég að predika þetta. Jinx frábær, þá kemur smá gull á hana. Móku smá gull úr Jinx, smá items, Infinity Edge, Hurricane, nokkur viðbútt. Þeir eru með tanks, Lord Dominix. Það engin tanks, við getum sleppt Lord Dominix. Við erum komnir í það. Bara geggjað og svo kannski meira að kaupa elixir í endanum hana og þá þetta alveg... Við getum kannski alltaf selt boots og keypt Guardian Angel eitthvað staðan. Ok. Ég búinn að detta svolítið inn á lestina að Adhikarir, við kaupum ekki wards, við kaupum ekki elixirs, við þurfum að kaupa items og bara... þessi heimur, Adhikari heimur, þetta bara með svona toxic cesspool sem þú dregst ofan í. Já. Ekki spila Adhikari krakkar. Nei. Ríkalegt. Mjög toxic environment og svona, kynnist bara meira toxic fólki og það talar endalaust hversu gaman það og íslenska orðið aðall, þetta aðallinn. Já, það ekki orðið sem ég myndi nota. Það aðallinn hérna, sem við erum búin að vera að nota allavega. Við erum með nokkra íslenska þýðingar fyrir alla, það aðallinn og aðstofamaðurinn. Já, ég sá það, ég var ótrúlega ánægð með það hvað komið mikið að nýjum orðum. Það erfiðara að vera að segja þau endalaust, sérstaklega þegar maður reyna að tala eitthvað hratt. En þetta allt að koma. Við erum ennþá að uppfæra orðabókina. Þetta tók ekki með mér í dag. Herru, ég með gleðifréttir. Já. Ég með hluta á henni. Hluta af orðabókinni, það æðislegt. Men já. Ég segi með hana kannski bara í, ykkur staðar í ykkurju. Ég hef til dæmis ánægð með krybburnar. Já, það ekki. Fyrir kröks og maðkarnir. Já, maðkarnir eru góðir. En við ætlum bara að fara að hoppa inn í leiki núna og sjáum hverjir að spila. Já, þetta sem sagt í staðinn fyrir Wind, ég að giska hann á ekki heima á Íslandi og ekki á Íslandi eins og Maja að spila Ari í miðjunni. Og ég nokkuð vissu að Maja alveg mjög góð á Ari. Við hef síðan áður spilað sjáum vera hljóðið komið á Mikkin í Baunátús í topp agrein og svo erum við með í frumskoðunum Catmania hvað Íslandi Hero. En mér sýnist Viski vera bara með sitt original line-up. Ég held að Fenrir kjötið held í original line-upinu. Ég samt ekki alveg 100 á því. Ég langt sem ég var að gesta á. Já, það lást ég kastaði það líka. Lektur ekki brokki frá Maju yfir á Sigga, hann kannski var að vera svolítið búljaður Já, muni hafa mörg tækifæri örli til að ná konkurur eitthvað almennilega stökkuðum Já. Það getur pínu erfitt allavega fyrsta levelin. Ég hugsa að þetta eitthvað sem hann tók bara fyrir svona seinni part leiksins. Það sem ég held að hann alls ekki að vera að ná að stakka þessu núna.
Sjá þetta dásamlega bottom lane. Já, þetta er sem við erum að fara að vera að fylgjast með hérna. Mjauki hérna komin í level 2, Penguin God að reyna að leita einhverju. Þetta er level 2 fight sem við vilt ekki tapa hérna. Alls ekki. Sem Jinx Lulu. Reyna að gera fínan skaða hérna. Já, þetta treytir mjög vel og getur náttúrulega verið 5% damage boost fyrir að vera Star Guardian skin, en hvað er Maja að gera hérna? Já, Siggin, hittir ekki þessi og núna er hann kannski smá glandri. Reynir hérna eitthvað að skiptast á höggum, hérna er Icelandic Hero, ætlar hann að flassa yfir? Nei. Og við missum að First Blood í botagreinu, við hefðum átt að vera að fylgjast þarna, sko. Núna eru supportarnir bara aðeins að leika sér hérna. Já, þetta er vélstjórnum ekki yfir því að hann fær bara assistið og tekur klassiska daburlega fyrsta recallið Jinx sem er 1 stykki köll. Það er eins og maður á að gera þetta. Ég er bara skál í leikinn. Já, líka komið köll hérna handa Mjauki nema hann er með refillable. Svo hann er aðeins sáttari. 150 galli betra. Já. Ætlaði að gera mér þetta sína toppnin. Já, þetta er... Það var Charmy komið hérna, Maja gæti verið... Ná, vinna þetta trade hérna. Sigur hún hættur það, lár! Flössu við ekki hana. Ná ekki flassina Sigganum og fá hann gang bara frá Icelandic Hero. Siggi er virkilega að spila hættilegan leiki hérna, ég veit ekki alveg. Blastján. Og aftur í botnagrein, sjáum hérna. Það er smá fight, einhvern veginn er Siggi kominn með lífið sitt aftur, ríkti líklegast á 2.5. Icelandic Hero hérna kominn til að sporta Kattmenni, gæti samt verið að lappa inn í hann, er þetta hættulegt? Það er hérna bara 2.5 í burtu, Icelandic Hero heldur samt áfram. Og loksins hendi Siggi í recall hérna. Og hann er með teleporti, hann kemst aftur á lane hérna, þetta er samt voru frekar mikið munur á miðjunni. Já, hérna erum við að sjá smá... Pingur í fannu. Hann á bara beint í þetta. Vélstjóri Víum er að halda áfram, Mjauki. Hann getur ekki bjargað Penguin God eins og er. Það er ju bara sprengt hann. En þetta er dásamlegt, við erum að moka gulli hérna á Jinx. Eða þótt hún sé að gera það sjálf. Get chompers, þvílít á play. Atikari master. Það er nákvæmlega það. Bestu spilarar í leiknum hérna. Já. Greiði Mjauki núna aðleit án aðstofamannsins. Kjöti að reyna eitthvað að potta í hann en kemst ekki upp með það. Fínu val hérna. Siggi er hérna smá aftur í farmi eins og er. Líklegast bara þurfa að vera í þessu ranged matchup hérna. Köpir hérna bók og refillable. Sjá hennan skafa hérna. Svo erum við kannski að vera að kíkja á dive. Baunedós er hann með það í sér? Það getur að reyða þérna móti Sion. Já, geti drepið hann svo í kjölfari eftir á. Það er... A6, let's go. Já, Baunedós, ég veit að þú ert með kjarkin í þetta. Það geti verið döðu sagan, það er enda flass uppi, hann er kannski þorðið ekki. En það er vélstjórinn, hann er að harassa ógeðslega vel með Rockets, en það því miður étur algjörlega upp mana hjá Jinx. Ég er alveg orðinn manalaus hérna, ekki mikið sem hann getur notað. Það spyrir hvað það sé bara recall í kjálfara þessu pussi hérna. Gæti verið, ég er hérna að drepa þessa skósveina hérna. Og við erum að sjá Icelandic Hero reyna að gera eitthvað mitt en Siggin gæti verið Charmaðurinn rétt svo Icelandic Hero hoppar inn og tekur killið. Þetta er þá Feat of Warfare. Komið hérna, handa Fenrir. Gekkja flass hjá hetjunni. Það var fallegt á Baunedós núna. Ætlar að reyna að drepa Mikka kannski. Öldar hitir ekki. Þetta var smá vandræðilegt en það Sion öldar hérna inn í kjölfari. Baunedós þarf að hoppa í burtu. Var tekið niður, næra flassa rétt svo kemst upp með það. Þetta er þessir skemmtilegu hasar sem geta gert stundum í topplane áður en þeir verða að tengi. Já, það er líka svona dularfullt þegar annar aðalinn er búinn að bakka og versla inn og hinn er ekki búinn að bakka og versla inn. Hvernig fights geta orðið svolítið skrýtnir? Já, það er það sko. Ég hugsa að þetta er svona klassískt topplane mentality sem topplane sjálfur sko. Mjauki í kladri. Já, Mjauki gæti verið að fara tegnir þar að flassa hérna. Hann ætla ekki að gefa Jinx meira gull. Það sem þetta er besta hetja í leiknum og það er vont þegar hún fær gull.
Þetta er allavega minka mununa aðeins hérna og þetta er samt þokkalega jafnt. Þú veist, killið, 0 stút, já við sjáum mér að þeir eru bara rétt búin að skriða núna yfir, ná ekkert pleitið, það er ekki tíma að vera það því að náttúrulega serið bara strax byrja að leipa niður. Já, þetta er anski jafnt en þá. Já, við erum að sjá bara hérna cirka 1000 kall í gullmun fyrir Fenrir aðalega í junglinu og í miðjunni. Annars er þetta bara frekar jafnt alveg eins og það er. Þessi lúlun komið 200 kall. Þetta er að fara að vera huge lúl. Já. Problem. Komið með hérna sál, Aether Wisp og skó. Þetta er hættulega lúlú. Sjáum hérna smá baunadós, reynir eitthvað að kýtla Mikka. Þetta er svo hratt að fara að verða bara, þú getur ekki dílað við hann að Sion. Siggi er hún svo lágur. Maja er með flassu uppi, líka Siggi. Það eru junglar að mætast hann aftur. Já, þetta er Icelandic Hero sem byrjar þetta. Siggin er að fara að tekja niður á Maju og Maja er að leita hérna Cat Maniac í kjölfarið. Er að fara að ná honum, hann kemur stönni í gegn og Penguin Court flassar inn til að bjarga Cat Maniac. Já, poppar ölluna til hláðan og lífi en það er ekkert mikið sem að Cat Maniac á eftir í bankanum til þess að geta með og Supermarket eftir okkur þannig kemur reynina að snæpa Cat Maniac. Var ekki nóg, Penguin Court hérna, hetjan fyrir Viski. Já, Maja er hérna bara að taka Sigga frekar hart á miðinni og við lífum bara eins og Siggi þurfa að fara að byrja meiri virðingu hérna hreinlega. Hann er að reyna hluti sem eru dálítið tæpir. Já, þetta var líka sæla sem counterpick sko inn í Ari. Þetta er ekki að virka alveg. Jafnvel og hann kannski hélt, hann Siggi. Þetta er svona frekar þunglyndisleg byrjun. Já, er hérna 0-2 og Maja er komið Lost Chapter svo það er eiginlega bara full build. En kannski fer hann og gerir einhverja stórkostlega hluti hérna seinna meir í leiknum með þessum Sælas. Það er bara einu regla, greinlega bótli, það er að pusha. Við erum að sjá hérna mjög jafnt kull og farmið er alveg nýjafnt hérna. Það sem gerist þegar þið pushum hann átt út er að jungler kemur heim svo. Já, Cat Maniac hérna er að fara að koma en er ekki komin alveg strax, er að reyna að drepa Mjauki hérna. En Jellskjórinn gæti verið tekið niður. Mjauki barja þarf að vera að nota þér og Heal líka. Kjöti núna er eitthvað að reyna að taka niður. Icelandic Hero er kominn. Er hann með öll? Hann er ekki. Og næri ekki að komast hann á Mjauki. Þetta var spennandi. Þetta hélt maður að tánum. Sjá hvernig það myndi fara. Ég ætla að hópa hérna. Maja er aldrei að fara að vera að hitta þessu Supermarket eftir okkur er á leiðinni, er að leita einhverju snæpi. Icelandic Hero er honum mjög lágur. Það verður aldrei lífið af Lulu kjötið. Núna er bara Maja eftir hérna með kjötinu að reyna að hjálpa sér og Cat Maniac. Sturlað ulti hjá Velstórunum maður, nær öllum þremur. Alveg gulltryggir þetta fyrir þá. Þetta er að segja bara að Jinx er í raun besti hérna championin. Champion! Sem Jinx er. Alveg sneri bardaginn bara við fyrir Fenrir. Heyrðu, risa Sion Dive. Hann ætlar sko að fara að taka minions á milli tveggja turna kannski. Sendir ákveðin skilabóðum með að hitta engum að bildi. Og þetta kemur ulti fram og Mikki tekið niður. Hann ætlar að reyna að taka niður baunadós. Er það bara að vera nóg? Nei, því miður. Hann Bessa er með þetta skemmtilega passív til að láta sig hoppa bara fyrir hvert að bildi. Hvað erum við mörg dags? Alveg rétt. Hero hérna að blassa beint á baunadós. Er það bara að vera nóg? Já, en gæti dáið í kjölfarið? Nei, skjöldurinn frá Bessu. Cat Maniac, harma hefna. Hann er ekki að fara að láta hann komast upp með þetta, en júp, hann lætur hann komast upp með þetta. Við erum hérna að sjá núna frekar stærri gullmun núna. Og eru engin dreki líka búin að vera tekinn. Bergur er hérna bara stiltur hérna. Já, það er engin tími fyrir Berg þegar þetta drepa hérna champion í staðinn. Og núna erum við að sjá með líktar sem komið á Maju. Hún er Ari elskar að róma og dreifa sásökunum sem hún er búin að byggja upp með gullmununum hérna. Já, og það er að fara að vitna svolítið illilega hérna á Mjauki og Penguin Court. Já, núna þurfa þeir að vera varir sig, vera með gott vision sem þeir eru búin að setja upp hérna. Og bara virkilega á að reynu, hvar er Ari? Hvar er Viego? Hversu langt má ég stíga út á leinni? Það verður smá paranoid hérna. Og já, hérna er núna Mikki sko, hann er með Sunfire Cape. Þetta er svo skemmtilegt gameplay. Já, þetta er gaman. Þetta er það skemmtilegasta sem hann gerir á Sion. Það er þegar maður kemur inn á milli turnana.
fær nokkra minions. Kannski fer maður jafnvel á milli hinnaturnana. Já, Kamina er að klára hérna Trinity Force, ætlar einhver í Black Cleaver kannski, ef ekki eru það farin að drepa Mikka nema að sendi 3 manneskjur og það þessi virðið því? Eða fær hann bara að gera þetta? Hann fær bara að gera þetta. Það enginn að fara að stoppa hann, það enginn nógu sterkur eins og Ég hugsa að Mjauki mun ná að gera það setna. Polymorphið kannski fyrir náðunum, nei. Kjötið reyndað hennar Lulu-elta til að stoppa hjá Mjauki en það bara gerðist ekki. Þeir hérna elta, Siggin var aftur komið Lulu-eltin, bara stönnaður allan tíman, kann ekki að nota það og tekið niður. Já, það ekki nóg bara að stela þeim og þetta var líka 4-3 þannig meiri sem með Sionin chillandi á miðjunni eftir að hafa bara labbað þangað niður. Þannig að þetta var frekar örugt hérna fyrir Fenrir. Alveg mikið rétt og þeir fá að taka niður Berg hérna til að fagna. Hvaða sál finnst þér sterkust í dag? Ég vil meina að mér finnst Hextech sálinn vera svolítið sterk. Hún bara pirrandi. Ég held að það ennþá slow þegar þú nærði þessu Hextech sálar charge á autóið. Það bara pirrandi að vera á móti. Það kemur samt últi frá Cartmania, gerir að fara að taka niður Mæju og þetta shutdown. Sér aðalestinn. Og bjælstjóri Víum gæti verið tekinn niður líka, ekki með flash, samt ekki... Hann ekki reyn. Meikur gátt flash í burtu. Og þetta var kjánalegt play í botnagreininni. Þegar Otto takja með sér skillshot, þá þarf maður að vera nógu nálægt og ekki bara Otto taka rétt fyrir fram að nefið og einhverjum díksinni. Og hvað byrjar það litlu? Og þess vegna þessi tjamp svona erfiður. Já, það erfitt þegar maður þarf að hitta Otto-attackinu. Gerir ADC-rólið aðeins erfiðara. Ég pröfaði seri aftur daginn eftir að spila hana svolítið í den og ég bara fann fyrir öllum áratugunum mínum. Nei. Þú ert orðinn of gamall fyrir þennan champion. Þetta aðeins fyrir yngri kynslóðina. Maður þarf að vera svona 16 til að geta spilað þetta. Og nú sjáum við eitthvað skemmtilegt gerast hérna. Mikki alveg að missa eitthvað af lífinu og Baunutus búinn með ability-in, svo það ekki meira úr því. Já, Eclipse að skila það. Já. Það samt að mun þurfa að fara í eitthvað armor pen á endanum. Hérna er Icelandic Hero að reyna að finna... Síður hvernig þetta Penguin gott. Já, hann núna Icelandic Hero komin á rakan að leita og sjá hvernig getur fundið eitthvað meira en að halda þessu gangandi. Já. Þetta bara fínt. Þeir eru bara grimmir hérna. Penguin gott lappar inn til að setja Ward í runnan og þeir eru 3. Drepinn og svo allir Wardur hans klíraðir í kjölfarið og aftur missaðir allt visionarna í rifurinu. Já, nákvæmlega. Þetta bara... erfitt að vera mótið svona oppressive. Hérna gæti verið að koma tower dive hérna. En Cartmania komin inn til að venda en... Fyrir fara krakkar, best að hlaupa. Það flassið Mjauki, hoppar yfir en hann kemur hann Icelandic Hero. Og Vélstjóri byrjar að hlaupa hérna með passífinu nær Ultimate Death Rocket. Ég vissi ekki að vera hægt að dassa yfir ekki í Polymorph. Ég held að hlýtur að fara í gegn sko. Nei, það hlýtur að. Og svo Polymorphið. Hugsanlega. Greið Baunandós liðið bara að hrynja í kringum hann meðan hann bara fastur í toppakrein að leika sér að berja turnin. Ég held að það vanalega með Mjauki hún Necrophagist sem í aðal line-upinu hjá Whisky. Penguin gott lítur að vera að söppa inn fyrir Whisky. Já, þú nefndir náðan að Fenrir ætlaði að vera að keyra þetta stað í byrjun og halda þessu gangandi. Það núna þurfa Whisky svolítið að fara að gera eitthvað held ég til að stoppa þessa lest. Þú veist, 3000 skall í gullmenn á þessi tímamóti helviti mikið. Alveg mjög og það líka sko Dreki og Mathgarnir og gæti verið að Skellrúnin líka var að falla í hendurinn hjá Fenrir. Þeir þurfa að byrja að ná í kannski smá þessum objectives og reyna að stoppa íslensku hetjuna hérna. Það ekki gott að missa þennan Skellrún. Já, það lítið svolítið til. Siggin með TB, ekki Mikki, en þeir þurftu að fara að kommitta það á það núna. Vélstjóri Víum undir turninum og að fara að vera tekið niður á Baunandós. Hvað var hann að gera þarna? Þetta eitthvað svona ADC-dot, þú verður að útskýra.
Ég skal útskýra eftir fætið. Já, Cartman ekki það hoppar inn, ulti kemur í gegn og það seri sem gerir risaskaðin. Icelandic Hero er shut down og kjötið kannski var þetta niður. Maja er á hlaupum, Penguin hoppar yfir og nær killinu. Kjötið nær að sleppa og þetta hérna er bara smá turnaround fyrir Viski. Einmitt sem þið þurftu. Ég skal útskýra hvað vélstjórinn var að hugsa. Hann hugsaðar, ég er Jinx, ég þarf items, ég er besti karakterinn í leiknum, eins og allir vita, en ég þarf items, þannig ég ætla að taka hann turn. Og allt í hennu er komin hann að djúft turnirðan allir á honum, reynir snæpun hérna nærið ekki, kemur TP til að stoppa Sigga fyrir að taka turnin allavega. Ég held að Fenrir hefði bara átt að bítið að súra þarna að Jinx er dauð, núna þurfum bara að beigla að gefa þetta í staðinn, reynar eitthvað og allt í hennu lækka gullmyndinu niður í minni 1000 kall. Já, og núna er þeir kannski að fara að taka niður Mikka en hann er samt svo með svolítið mikið líf og er bara að fara að ná að... Það er komið TP. Já, hann kemur tvöldaf í gegn hjá honum. Mikki rétt svo lifir og núna er Maja komið með últið, er að fara að ná að taka niður Catmaniac og Sigga eru að reyna að halda sér á lífi, kjötir hérna líka til að hjálpa til. Catmaniac hérna að reyna að hlaupa í burtu en þetta getur verið double kill hérna handa Maju, er polymorfið, er Blassi komið í gegn, er rétt og sleppir. Af hverju erum við að ganka Sion? Af hverju? Það tók korter að drepa hann ekki. Þetta er eitthvað sem hefur verið algengt í gegnum League of Legends ævitíðina gengatengina. Hérna er Bónundos, kannski að vera að tekja niður, hoppar hérna á vélstjóru við til að reyna að komast í burtu og hopp og komin í burtu. Þetta var nú fallegt. Já, styrtilega gert. Vá, hvað MBS er mobile. Ég veit hvað hann er mobile og ég er samt verið hissa. Það er alveg furðulegt að þau eru heldur átt að fara að ná henni, þá í raun er hún ekki. Núna er hann eldur kominn og er Viski eitthvað að reyna við hugmyndina að taka hann. Fyrstur Víum er samt kominn. Já. Það er kannski ekki allt liðið er hana. Já, þetta er mögulega 5-4 hérna. Ég held að þau bara að gefa þetta Siggin er ekki með TP, kemst ekki nálægt og síðasti fætt nú var svona góður bara því að Jinx var ekki lifandi. Já. Já, bara að gefa. Hugsa þetta er, já, en þetta er að fara að vera sjáarsálin og Særún er að fara að birtast. Já, ekki á verðendanum. Eitthvað sem ég hugsa að Viski vill ekki að Fenrir fær. Þetta er alveg mjög fín sál líka, alveg þarna á toppnum. Það er alveg nógu erfitt að drepa Mikka. Já, herru, þetta er bara Siggi að missa allt lífið sitt hérna. Það er ekki að erfitt að drepa Sigga. Nei, hann er búinn að sýna fram á það. Þetta er bara alltaf erfitt lífið hérna hjá honum. Þú veist, hann heldur vel í CS allavega. Já. Við getum sagt það. Svona miða við hvað hann er búinn að fara í gegnum, þá er þetta bara fínasta CS hérna hjá honum. Maja aðeins með svona cirka, já, bara 8 yfir eða eitthvað. Ég kann að reikna. Það er hann Atakan hérna. Var ekki komið íslenskt nafn á Atakan? Það var ekki komið íslenskt nafn. Atakanik? Já, það getur gott. Nei. Nei. Það var eitt Aron Khan, það er manneskja, svo það er ekki gott. Það var náttúrulega bara að heyra í honum og sjá hvort það sé ekki lægi að hafa svona kolla hérna. Hver er Aron Khan? Já. Það er kannski ekki mjög gaman að vera líkt við hérna, svona darkin veru hérna. Nei, það er svo sem valið. Já, ég hugsa. En við erum bara með hann sem Atakan eins og er. Við erum að góða inn. Þetta er að fara að vera mjög dautt kjöt, eða hvað? Við reyna að halda áfram hérna, Icelandic Hero komið samt í baklínuna og þetta er að fara mjög dauður mjáki hérna. Ég er að fara að breytast í seri, ég mæla ekki með því. Tekið niður og núna er bara Mikki hérna eftir eitthvað að reyna. Vélstjóri samt er kominn og er byrjaður að drita á niður. Þetta er þetta Jinx með gull sem við múst að tala um svona mikið. Þetta er líka bara vélstjóri spila þetta ógeðislega vel. Flassar hann út og bara til og dótsum hluti til að alveg við sem hann fá að hægra klikka þarna í frið og alveg dælur út skaganum. Þú stýttir ekki svo við maður eftir okkur, skiptir ekki máli því það er erfitt að klúra hægri klikkinu nema þú ert seri. Nei, sorry, það er cool. Já, það er góð. En það er að fara að vera bara Atakan núna tekin hérna fyrir Fenrir og vélstjórinn er að sína alveg æðislega takta. Ef hann hefði ekki verið þarna, spilað eins og hann var, þá hefði þetta 100% verið unnin bardagi handa Viski. Já, við gefum kjötunum líka hrósina fyrir þvílíkt beit, öngul, krók. Já, það er öngullinn. Núna þurfa þér aftur að... Ég ætla bara að segja, bara góður hlut botlins. Það er einu sem segi. Ég er eiginlega búinn að vera ofleiðin við seri, núna spila erfista tjampindarleiknum.
Já, Mjáki hérna alveg líka, hann þekktur fyrir seri og búinn að vera að sýna ótrúlega góð plays hérna. Var bara í miður tekið niður mjög snemma þarna af Icelandic Hero. Já, þetta leit vel út, bara fundi ekki kill á kjöti, læstist þannig 3 inni og fundi ekki útgangleið. Það voru mjög svona í flöskuháls þarna og bara voru dritaðar af þessum Rockets frá Víum. Þú vilt ekki vera að segja í læstan inni þar sem að Viego eða Ari geta komið hvaðan sem er. Nákvæmlega, Windows. Þetta er núna ruffi, eins og við segjum á nýlíra, hvað þú kallar í gullmöðun, drekarnir, Atakan, alles hérna að fara yfir til Fenrir. Hvað viljum við sjá frá Viski? Hvað eiga Viski að gera hérna? Sko, hugsanlega, þið þurfa að reyna að taka einhvern fight þar sem hérna, þeir eru kannski bara yfir. Þeir eru með Skellrún hérna að taka niður turnin. Mjáki þarf að passa sig hérna, Polymorph samt að spila frekar aggressív með við Catmaniac og Penguin God hérna að reyna að engagea. Hann kemur flash W frá Rakan og Kjötið þarf að flassa yfir. Mjáki hérna að gera svo mikið skada, tekur niður Vélstjóra Víum og þeirra elta Icelandic Hero. Catmaniac kannski að fara að ná honum hérna, samt Mjáki hoppar við vegginn. Meanwhile, Siggi á móti Mikka og Mikki tekur niður Sigga en enginn dettur hérna niður nema sýnist Lulu hafa dáið undir turninum hérna. Snæpuð! Þetta var geggjað engage hérna hjá Viski, akkurat það sem maður vildi sjá, þú veist þess að þeir ná að leira CSI-unu, ná að komast á hann og jújú þeir þurfa að brenna hana 3 flössum en fá 2-3 kills, 2. Gæti meiri segja hérna til að 2 tára hérna, þetta alveg fínt gutt hérna en Mikki, hann að berja turnin. Sæjón. Já. Og þetta er svo næst líka að vera búin að ná hann og opna miðjuna. Gott, hann reyna að leita ykkur kannski, Maja þarf að últa. Benedós charmed, hann kemur. Últi frá vélstjóranum. Þeir eru hérna að reyna að hörfa. Sigginum af 2, teleportar inn. Samt ekkert objective uppi. Jú, býtu. Særún. Það er Dreginn og það er helmingur liðsviski sem þarf að bakka hérna heim. Og spandir að TP-ina frá Sigga Benedósis og svo getur komið sáttur inn í þetta. Þetta er erfitt og ég held að þessi Dregi sé bara að fara að gufa upp. Alveg klárlega vélstjórinn hérna á Icelandic Hero að gera svo mikið skada við hann og þetta bara hverfur. Þeir eru konar á soul point, sálarpunktinn. Sálarpunktinn. Það er aldrei góð tilfelling. Þá verður að mæta í hvern eins að Drega fætt, þú verður að hafa tæmirinn á hreinu og bara það má eiginlega ekkert klikka á milli, þú veist, þegar það er orðið mínúti eftir í Dregan. Því þú vilt vera mættur undan, þú vilt ná sköttum, þú vilt ná að koma niður vordum og tryggja að þitt lið getur kannski fundið picks og tækifæri og ekki að þú þurfa að labba blind inn í Dregapitinn og vona það besta. Talaðu bara að labba blind inn. Þarna það að fara að vera Catmaniac, Mjáki, reyna að taka niður vélstjóran, vélstjóran tekið niður, þarna það Ari Sælasöld og núna Icelandic Hero kannski að fara að tekið niður. Maja hérna að reyna að taka niður Mjáki og Sigga eru rétt sem fara að ná. Núna Icelandic Hero komin á seríun og hann kemur risa lestin frá Mikka og Siggin tekið niður af Icelandic Hero. Bara Penguin God og Catmaniac eftir. Þurfa virkilega að passa sig hérna, þetta getur verið leikur. Þurfa að vera lifandi. 2 fyrir 2, Engaging náði ekki lengri en þetta og það þarf að vera einhver leið, eitthvað til að halda fólki af Mjáki. Penguin, hann kemur últi frá honum Benedós og að fara að taka niður Icelandic Hero. Mikki að fara að vera tekið niður hérna eftir á. Þetta er flott, Sion Cool, labba allir inn. Hann náði ekki blöndunni, hann lifandi. Mikki núna reyna að halda sér á lífi, ekki með últið og hann hlýtur að fara að vera tekið niður á endanum. Þetta hafðist. Núna hleypur hann eitthvað eftir þeim. Komur svo gullunni yfir á Bessu, rétt target. Þetta er geggjað. Það gæti verið að þeir reyna kannski að taka... Mikki uppáhaldsspilari minn. Já, hann að spila mjög skemmtilegan leik eins og Nú með Titanic og bara pirrandi. Þeir byrja hérna á Baron. Já, þetta er þokkulega metna vill en náttúrulega Icelandic Hero ennþá dauður og þarf að hlaupa löngulegina. Mikki ekki með TP þannig að þetta þú veist, nema ná einhverju geggi últið, þetta bara mögulega tækifæri fyrir Viski að snúa. Mjáki bara sprengtur og vélstjórinn Víum að gera svo mikinn skaða hérna. Catmaniac er líka mjög lár og þetta að fara að vera kannski Baron þróð til að... Þetta að fara að vera pentakilla? Nei. Það er ég. Það þarf að kommitta í Jinx. Vélstjórinn bara spilar og tókist það vel.
hangir hana, bakka þegar eitthvað kemur og tjekkar og reyna að slá hann. Hann komið með öllu items. Hann komið með það Silas Jinx öll og það gerði því miður ekki neitt. En vélstjóri við mér að spila æðislegan leik hérna. Ná að gera svo mikið skaða. Þetta pínum vandamála því að, þú veist, Whiskey að spila 3 melee-champa og spila svo seri sem náttúrulega frekar short range og þannig séð. Þau þurfa að consistently komast að vélstjórunum síðan þar til hann dauður. Alveg. Það hægast að gert, sko. En þú veist, það bara vera meðvituð. Við erum svo útugsaða tímfætt hvernig getur við að leiða sér hvernig getur öll komast á hann, svo að sé bara, hann átt. Nú getur spáð í restina af liðinu, sem eru öll líka fett og erfið. Alveg mjög núna samt Mikki kominn að reyna gera eitthvað við Miyagi hérna, level 14 á móti 17, þetta ekki gaman sem heitir sí. Nei, það Dominic's örugglega næst á dagskrá fyrir Miyagi vonandi til þess að reyna að drepa hann Sion. Það er ekki eitthvað mikið annað sem að drepa hann þarna. Nei. Það gæti verið Black Cleaver á leiðinni, síns mér. Gæti verið, já, á konginum. Núna þau bara hérna að taka niður þessa ytri turna hérna. Eða second towerinn hérna. Það er Sion á topplane að vera issue. Já, það Bönundósin að reyna að gera eitthvað við hann. Vélstjórinn hérna, já, það ekki mikið sem Bönundós að gera. Það sést ekki á honum. Og meðan þetta bara gert hérna. Leið og Whiskey sendi eitthvað topp til að reyna að hjálpa við að drepa Mikka. Þá bara bot tekið. Þetta samt alveg mjög even fight hérna. Minions að gera svo mikinn skaða þetta. En þetta kemur últið og þetta hlýtur að dauði Mikki. En restina af liðinu bara að balla niður. Static Hero og Maya hérna að hlaupa niður Mikki. Miyagi tekið niður Ultimate Death Rocket og þetta að fara að vera Cat Mania kannski tekið niður líka. Þarf að halda sér á lífi hérna eða vil ekki bara gefa leikinn. Núna það að fara að vera bara seinast í bardaginn hérna. Þeir þurfa að hlaupa inn. Mako Jinx besti champion í leiknum, maður. Þessi baróbuff og þetta að fara að vera bara tekið niður allt og Cat Maniac líka dauður og þetta að fara að vera Fenrir sem taka þetta showmatch. Já, þetta var alveg stórskemmtilegur leikur. Varst að búast við þessu Fenrir Victory hérna? Sjálfsögðu, þeir pekuðu Jinx sem besti champion í leiknum. Já, ég hugsa að það svona, hlýtur að vera aðal ástæðan okkur þegar við unnu hérna. Já, það voru kannski örfárar hlutir líka sem spiluðu inn í sem var þetta sterka byrjun á miðjunni. Hvað Mikki var vandamál svona temmilega fljótt. Já. Þannig séð. Og þessi early skirmishes þar sem að þeir fennir náðu að komast á undan, náðu nokkuð þúsugall með lead og svo líka bara sterk byrjun hjá botlinni þeirra. Þeir voru mjög erfið. Þeir voru að fá hana, þú veist, bara 2v2 kills. Hreinlega. Þannig að þetta svona eiginlega komst þarna á náttúrulega stað þar sem að við erum bara á 3 metri ykkur, við erum bara á Atakan og við erum með Fed Jinx sem að reyna til að ná að drepa ykkur áður en við drepum ykkur því við erum sjúklega fett. Ég er ánægður með það. Já, þetta var alveg klárlega ótrúlega vel spilað hjá Fenrir. Það var nokkur skipti sem Whiskey kom sér svona aftur inn en á endanum þá bara hlupuðu þeir niður Fenrir. Þetta var risky teamcomp hjá Whiskey. All melee. Já, við sáum glitt í hvað það var stundum geggjað. Hvað það var bara, þeir eru ná að leiða þessu öllu ofan á og það ekki hægt að spila. Þú veist, við erum meðurbóðan, við getum ekki Microsoft, ég heldur endur ekki að vera Crucible komið. En bara, við getum ekki spilað og það er búin að sprengja okkur á meðan því við erum svo öflugur ógnir. Og svo kom þessi lélegu fight, þessi hjá Rauðabæfunnu, þar sem þeir standa 3 hérna, við erum að drepa Lulu. Lulu sleppum með, þú veist, 5 líf. Hvað gerum við núna? Við deyjum því við erum öll geðið short range og þannig Jinx að hægri klikka okkur úr 5 kílómetra fjarlægð og nákvæmlega saman gerist í barnabæfunum. Þeir eiga að þeir taka þann fight og svo fara þeir svona 1 og 2 niður inn í Jinx að svona við erum svona holda þeir en það minnir mér svolítið á Indiana Jones momentið þar sem að hann með hérna sveðjuna sína
Já. og Indy dregur upp byssu bara og skýtur hann því það er sem kom fyrir að allt í hennu eru allir dauðir og þeir missa baroninn og þetta er svolítið klárast út frá því. Já, en ég ætla bara að segja til hamingju með sigurinn í þessu showmatchi hjá Fenrir og takk fyrir að horfa, takk fyrir Skjálti að halda þetta showmatch og takk fyrir Siggo að vera með mér hérna í kvöld. Já, takk fyrir mig, þetta var geggjað. Yes. En þá ætlum við að segja þetta bara gott og endilega tune in Kia-deildina miðvikudaginn.